Þetta All Immersed með Dance With Me Tonight. Ég veit það ekki. Svona, jú, það hefur verið töff svona 1960. Nei, þetta hefur verið töff þarna í svo tímabilinu kringu 2000 þegar Mambo No. 5 var vinsælt. Já, svolítið Mambo No. 5 í þessu. Það þetta vængjöfulag. Nei, ég veit það ekki. Þú veist það ekki? Mambo No. 5, ég var aldrei að fan, sko. Ég var gríðarlega fan. Mambo No. 5. Mástu hvað skemmtist að Mambo No. 5 var endalega spilað á? Nei. Sportkaffi. Sportkaffi, það var nú legendary skemmtist að þetta. 1, 2, 3, 4, 5. Breytist það svo ekki Felix eða eitthvað? Jó, og við allra sölustu við kallum það Flex. Flex? Ok. Hættum að kalla það Felix, við kallum þetta Flex. Það mjög töff og til hamingju með það. En klukkan orðin rúmlega 4 og eins og þið heyrið, væntanlega þeir sem hlustið daglega, þá hefur FM 95 Blö hafið göngu sína þennan 50-daginn og eins og aðra 50-daga þá situr hann hérna beint á móti mér, hann Hjöppi K. eða Hjörvar Hafleðarsson, verður velkominn. Já, blessaður. Og við erum helfeskir í dag, strákandir. Í sólinni. Í sólinni, glampandi sól og þá erum að gera en það er endur ekkert glampandi sól núna, sko. Ekki, ok. Ég var úti rétt á, þá var glampandi sól. Ég var svolítið skýjað þegar ég var dættinn. Ok. En ég náttúrulega búin að vera hérna allan morgun. Vinnandi eins og óður maður. Já, þetta tók gott útihlaup svo aðeins í gimmið og svo beint hérna í vinnuna. Flottur. Þannig gerir ég þetta. En við erum með þetta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við hendum Hjöppa í nýju gestaþrautina hér á eftir. Sem hver? Þú ert að lýsa mínútu í leiknum. Ok. En það núna Ítalía-Króatía. Þú ert náttúrulega vanuð að lýsa, en munurinn sá þú ert að lýsa þessu eins og þetta sé mest spennandi mínúta bara í sögu fótboltans. Okay. Það er allir búin að gera það, þannig að þó að sé bara einhverju menn í vörn, þá ert að æsa þig og láta eins og sé allt að gerast. Ok. Svo erum við með Sturla staðrindar á sínu stað sem er að verða gríðarlega vinsæll dagskrárliður. Geðveikur dagskrárliður. Hann er stórkostlegur. Hvað var þetta með fílanum? Voru þeir allir örfendir eða? Nei, allir ísbjörnir eru örfendir. Ísbjörnir, já. Og ísbjörn getur fundið lyktin af sel í 32 kílómetra fjarlægð. Þetta hefði ég aldrei vitað nema ég væri í þessum dagskrárlið. Já. Sturlaða staðrindir. Og það er bara fullt af fólki sem er að koma upp að mér með sturlaða staðrindir fyrir mig og ég er gaman að þeim. Ég punta oft niður. En ímyndaði það samt að finna lykt. Þetta er bara, þetta er sturlaða staðrind, ég skal skrifa þetta niður. Já, þetta er inn. Bara, já, ég geti notað þetta. En það er reyndar það sem varst að tala um ísbjörnin. Ég verð að gefa, það er eina mínum uppáhaldsturlunum staðröndum að geta fundið lykt af sel í 32 kílómetra fjarlægð. Hugsaði ég er bara röltað hérna núna eftir vinnu og ég myndi bara, það er selur í Keflavík. Já, nákvæmlega. Spáði fyrir mig svona nefskinn. Já, ég meina, þú veist, mér fíla þetta best því sturlari sem staðröndin er. Já, ég er sammálað því. Veist hvað ég við? Já. Ég var að hugsa þetta núna daginn, sko. Já. Stundum fyrst með staðröndin er ekki alveg nógu sturlaðar. Nei, ég veit það. En þú veist, ég get ekki verið endalösa alveg sturlaðar. Nei, en það er alltaf þessi er alveg gjörsamlega sturluð. Þessi er sturluð. Við förum líka hérna eftir í flottulega keppnina við Hjöppi þar sem að staðan er orðin 8-8 ef ég man rétt og þannig að það er hellingur undir þar. Já, og ég vann hérna Björn Braga í þessu 2 skipti sem að þú varst í burtu. Já. Þau telja ekki, ég hef engan að hóða að láta það telja. Nei, en ég væntanlega held áfram að gamble eins og vanlega. Já, Björn Bragi er ekkert frægur fyrir góðan tónlistasmekk, ég er ekkert þess að ekki þú heldur. Jó. Hvað verður þú með Hey Jude með Beatlunum í dag? Nei, ég ætla að koma með eitt rosalegt andaðir. Já, mitt. Já. Ég er rosalega ágjur. En hvað ætla þú að gamble, hvað mennar þú? Ég gamble alltaf. Ég kom eins og með serbneslag, svo kom ég með danslag. Ég er ofta gamble. Svo kom ég með hollenslag. Já, þetta er frábært hér. Svo er Tullhorn á sínu stað, Brjátbreki, við ætlum að heyra í honum, þeim mikla meistara. Emil Hallfreðs kíkir hérna í heimsókn eftir, kíkir í heimsókn, það eru einhverju vitlýsingar að stekkja þennan landsliðsmann í fótbolta og leikmann, hvað er með Brescia eða? En ekki Verona? Verona, já, og hann kemur hérna í smá stekkjun hjá okkur og svo hvað er þú með leynigjast, Hjörvar? Ég er með leynigjast. Sem ég veit ekki hver er. Já, ég menna, þú veist pottið hver hann er en þú veist ekki hann á leiðinni. Nei, ég veit ekkert hver þetta er og þannig að það verður jafn áhugavert fyrir mig og ykkur, kæru hlustendur, þannig að eins og heyrið þá er þéttur þáttu framöndan. Við ætlum að byrja þetta á einhverju sem er einmitt úti núna, Sólskin, og þetta er Gabriel. Ekki nefnir samt að spila lagi mitt á eftir þetta, Chasing the Sun. Chasing the Sun, ég skal henda því á. Ég var líka að spá að henda í I Follow You. I follow. Með Licky Lee. Með Licky Lee. Ég fíla þetta. Það er drákitt. Það eru komin fleiri svona einhvern veginn svona lög sem að þetta... Svona íslensk? Já, þetta var alltaf svo misefnað þegar menn voru að reyna þetta inn í gamla dag. Man actually hló bara. Ég var reyndar næstu í góðulagakeppnin í dag að alltaf ég var svona íslenskt gammalt R&B. Já, ok. Með maður stættir Real Flavors. Já. Svo var þarna systur. Erstu hættu við þær? Ég er hættu við þær. Já. Því að ég fann þetta ekki á nöndinu. Ég skilði. Þetta var Gabriel, svo líka Frikki Dór og svona menn alveg með þetta. Þannig að þetta er... Kóngurinn í afnöðurinum. Allt á réttri leið þegar kemur íslensku, já, hvað er þetta? R&B?
Þetta er R&B. R&B, en talandi R&B, þá komið að slúðri dagsins og þar eru einmitt tveir menn sem eru ansi stórir í þeim heimi að rífast, eða ekki bara rífast heldur, lentu þeir í slagsmálum í gær í New York. Þetta annars vegar Chris Brown og hins vegar rapparinn Drake. Okay. En það sem að þeir eiga sameiginlegt að þeir hafa báðir verið kærastar Rihannu. Hver hefur það ekki verið það? Já, allavega þeir tveir. Og það hefur víst andað kalt á með svona styrst á milli þeirra síðan að Drake byrjaði með henni eftir að Chris Brown hætti með henni og þeirra hafa verið svona nettir óvinnir, en í gær á einhverjum skemmtistað í New York að það ákvað Chris Brown svona að reyna að stella málin og sendi kampænsflösku yfir á borðið til Drakes og óskaði honum allsins besta, nema Drake tók flöskun og sendi hann tilbaka og sendi miða á flöskuna sem stóð I'm fucking the love of your life, deal with it. Og þetta víst þarna hann að vitna einhver texta mér í hönnu í einhverju lagi sem hann gerði með Drake. Þetta er svo barnalegt að hann er engri átt. Já. Nema það að Chris Brown, hann brjálast, fer yfir á borðið þar sem að Drake og hans entourage sitja og ræðst á hann. Drake kýlir hann og svo kemur einhver gaur úr entourage hans Drake og lemur Chris Brown í hökuna með flösku sem verður til þess að hann skerst illa sér, hann er með risa skurð hérna. Og þetta mynd sem hann twittaði í gær en búinn að taka út af Twitter. Hann fór sem sagt upp á Slysó með þennan risa skurð á hökunni. Kall greið. Já, setti myndin inn á Twitter og sagði svona berjast píku. Ég ætla ekki eins og að fara út í þetta. Það er svolítið mikilvægt að þú ert að slóst við Chris Brown. Það eiga fyrst höggi. Já. Af því hann er það snöggur. Það var það sem að Rihanna klika á. Já, hann þú veist, hann hefur ekki séð hvað hann góður að dansa? Jú, þetta er bara, veist, Chris Brown, ekki það núna, Drake lekkaði hann aðeins í áliti á mér þarna líka. En þessi Chris Brown náttúrulega, það er ekki til meiri viðbjóður heldur en að slást við konur þannig. En svo sem menn eins og Pitbull hafa reynt að aðstofa Chris Brown í að rífa hann upp og hann samti hún í hann International Love. Já, hvað kemur það málunni við, Hjörður? International Love. Ákveður þetta að tróða Pitbullin í? Nei, hann er alltaf að reyna að hjálpa hans strákum. Þegar Pitbullum er alltaf sína hlutur hreinu, bara jakkafötum, alltaf með svona smá klút upp úr, illa svalur og sólgliru. Já, ég ætla að halda áfram með slúri, það er allavega, þeir voru brjálar hérna einhverju skemmtistæði gær, Drake og Chris Brown og ekkert gaman að því, en hins vegar er slúður hér sem að mér fannst áhugavert að lesa. Áhverju ekkert gaman að því að þeir hafa slást? Ert þú svona gæi, ef myndi koma, heyrðu, og svo næst er það slagsmál milli Drake og Chris Brown. Myndur þú slökka á sjónvarpinu? Nei, ég myndi að horfa. Nei, ég er að segja það. Ég þoli ekki þegar íþróttarfréttamenn segja, já, það gerist hræðilegur atburður í Madison Square Garden í gær þegar körfuboltamenn í liðum New York Knicks og Indiana Pacers fóru að slást. Já, ég fíla að keppa í íþróttum, það er allt annað mál en að vera að senda kampænsflösku á milli sín og... Alltaf þegar ég er í mínum götuslagsmálum niður í bæ, þá ert þú fyrstur mætt til að horfa. Þú ert yfirleitt haldandi á jakkanum fyrir mig. Þú vilt nú meina að þú takir Gunnar Nelson í Street Fight. Já. En hann tekur mig inside the Octagon. Já. Svo tek ég hann í Street Fight. Já, þetta er Street Fighterinn Hjörvar Hafliða sem er hérna með mér í slúðurinn og ég ætla að halda áfram með það. Næsta slúður er af Christian Bale og ég er gríðalegur aðdáandi hans og Batman myndana. Mér finnst hann svona eitt svalasti Batman sem hefur komið. En hann... skrifaði vist undir samning á sínu tíma þegar hann ákvaði að gera 3 Batman-myndir. Okay. Hann er búinn að gera 2 núna og 3 á leiðinni. Já. Þá setti það í samningi sinn að hann myndi leika Batman með einu skilyrði að kemi aldrei Robin í neina af þessum myndum. Já. Og það er einmitt ástæðan fyrir því að Robin kemur ekki í þessari mynd og ekki á meðan að Christian Bale leikur Batman. Það væri ekki gaman samt að fá okkur Justin Bieber eða eitthvað svona dúllu til að leika Robin eða þig eða eitthvað. Hann myndi örugglega fíla það, Christian Bale, að fá Justin Bieber sem Robin hann bara inn í miðja Batman-mynd. Tekið þér það vænt einhvern vindinn að þú myndir leyfa honum að vera Batman í grímballi og þú myndir vera Robin? Ég myndi aldrei leyfa einhvern veginn, ég myndi aldrei mæta sem Robin í eitthvað dæmi, sko. Þetta er good question, Aguero. Nei, Eva. En þú ert samt ekki þessi Batman-týpa. Jú. Kannski pínu aðeins og lágvaxinn. Nei, veistu hvað ég held að ég sé? Ég held að ég sé Spiderman. Já, þú ert meira svona Spiderman. Ég er ógeðslega góður að klifra og snöggur að hugsa. Já, ég sé ekki meira svona Batman. Nei, það er engin Batman í þér. Jó. Nei. Eina sem þú átt sammeilið með Batman er að pappi engan keypti hann það flott dót í gamla þetta. En byrju Batman, hvað getur verið annað? Hvað getur verið annað? Ég veit ekki getur verið flogið, ekki ertu Hulk. Nei. Gæti verið He-Man. He-Man, já, við höfum byggt He-Man. Svo er síðasta slúður þetta þar af Kanye West, en hann var rændur, eða heimilans var rænt núna í vikunni og já, hann er skítræddur að það hafi verið eitthvað efni inn á þessum tölvum sem voru teknar úr íbúðinans, þannig að það er aldrei að vita hann að sé. Er hann að reyna að leka út einhverju kynnismiðbandi? Það var alveg típist.
Ég held að það sé alveg pappakassi. Já, þá væri komið framhald fyrir Kim Kardashian. Ég sá að hérna vinir mínir á FM hérna, vinir mínir komið ykkur á bóli með mynda hann og framan á sko. Með Kanye West? Er það ekki Kanye West? Nei, ég myndi frekar sko vera með ból af hundi kúka framan á mér endur en Kanye West sko. Við ætlum enda slúri á þessum orðum og fá lag hérna, já, þetta fyrir Hjöppan. Hann í stuði, Chasing the Sun. Þetta gott lag. Keppnin, brjátbreki og leynigestur frá Hjöppa, svo einhvað sé nefnt. Ég með svona pínu forvitin, ég forvitin eðlisfari, Hjörvar. Já. Þannig að, er þetta, á ég að spyrja? Nei, ekki að spyrja, hann bara mætir þetta. Ok, er þetta frægur einstaklingur? Já. Ok, cool. Hérna, cool, rosa cool. Hérna, það komið að dagskrárlið sem að, ekki dagskrárlið, það komið að gestaþraut. Síðasta gestaþraut var Euphoria, en nýjasta gestaþrautin að lýsa mínútu í leik í Evrópukeppninni. Og þú ekki bara lýsa, heldur þarf að lýsa í 1 mínútu eins og þetta sé mest spennandi mínúta sem þú séð í sögu fótbolta, sama hvað að gerast í leiknum. Pétur, Sveppi og Björn Bragi allir búnir að þeim, þannig að þú ert síðastur í þessari þraut, Hjörvar. Og ertu með leikinn fyrir fram að við erum að tala um leik Ítala og Króatíu. Já. Staðan 0-0 eins og fyrir ykkur sem hafið ákváð því eftir 20 mínútna leik. Og nú fær Hjöppi 1 mínútu og á að lýsa þessu með eins miklum tilþrifum og hann getur. Takk fyrir þetta Auðun Blöndal, við erum stödd hérna á 20. mínútu í Úkraínu, staðan ennþá 0-0 á milli Ítala og Króata. Ítala verið svona öllu betri það sem af leik en Króatar eru núna með boltan og finna hérna Luka Modric. Luka Modric lítur aðeins fram völlin en finnur engan. Króatar að taka aðeins yfir, við þekkjum austur-evrópska stálið vel og það er ekki seigt stál, það bognar ekki nýja brotnar. Ítali vinna boltan Chiellini, gler harður hann í vörninni og sendi boltan allarleið aftur á Buffon. Ítalir þykja leiðilegir en þeir eru góður í fótbolta, við skulum ekki gleyma því, fjórfaldir heimsmeistarar en þeir eru bara einu sinni drullast til að vinna Evrópukeppnina og það var 1968. Andrea Pirlo, sjáu þið drengi frá Juventus en hann tekinn niður og er það ekki kóngurinn sjálfur á flautinni, Howard Webb, gaman að sjá sköllóttakallinn hann inn á stjórnandi trafikkinni. Ítalega aukaspilnu á miðjum vallarhelmingi, við megum ekki gleyma því að Króatía er nýtt land, þetta úr gömlu Júgóslavíunni. Júgóslavía var með gott lið í gamla daga en í dag er þetta allt út allt. Ítali sækja upp hægri vænginn og með sendingun á miðjuna, það er verið að leita af Balotelli en það virkar ekki alveg. Þetta er að ganga svona ping og pong eins og Valtýr Björn myndi segja þetta bæði lið með boltan. Markvörður Króata Stipe Pretikosa gamli Tottenham-maðurinn er að sparka frá marki en við skulum ekki gleyma því að Portúgalir, góður, Tottenham voru að reka þjálfarinn sinn, langur bolti fram. Jelavic. Þú ert komið með mínútu, það er 1 þarna Hjöppi, nú þarf ég aðeins að láta þið heyra það. Já. Þú lýstir þessu eins og væri bara að lýsa á Stöð 2 Sport. Þú hefur náttúrulega gríðalegt vit á fótbolta og ég held að flestir sem að hlusta þennan þátt viti það. En þú ætti í rauninni bara að segja okkur allt svona eins og Þulur myndi gera. Þú varst bara eins og góður Þulur í Evrópu. Ok, þetta að vera svona... Þetta á að vera hann með búist. Þetta á að vera svona... Og hann er að segja upp hægri kastinn! Og hann verður með þér! Nei! Þeir komast upp fyrir þér! Og Króatar segja tilbaka! Tækling! Howard var bara að brauta! Og er þetta guldspjald? Er þetta guld? Hver er liturinn? Hann sleppir honum með tiltal! Áttu að vera svona? Þarna varstu. Ég gefði það. Þetta hefði tekið röddina en það hefði tekið mínútu svona. Þetta var það sem vorum að tala um. Ok. Þetta var miklu betra. Ég gefði 10 fyrir þetta, 3 fyrir fyrra. Og býð hann Sér í hinn umtalaða Lazy Spa Ramax Nuttpott að verðmæti 90.000 krónur. Heiðar Austmann á FM 957 dregur úr teppin þátttakata á föstudaginn og verður mikið húlum hæ í 1011 Austurstræti. DJ Dettifoss verður að þeyta skífum ásamt því að gestir geta bragðað sér á gómsætum vegum frá Ölgerinni. 1011 Austurstræti og Lazy Snack.
Lokatónleikar Go-Go Jógó á kryddum 50 á Hressó. Framkoma Guðríð Hansdóttir, Ármann Ingvi, Urban Lumber, M-Band, Ljósvaki, ásamt Bacardi Ókart, Frittinn en frjáls framlög til styrktar Hraunbergsins. Sjáumst á kryddum 50 á Hressó. American style. I can't live if living is without you. American style. Til 8. júní í samstarfi við Pepsi Max og Túborg. Framkoma 200.000 naglbítar, botleðja, sóldögg, kuskus, blasrokka, Páll Óskar, Úlfur Úlfur, Blárópar, Sigur, Friðrik Dór, Skítamórall, Ára Lives, Ingo og Viðguðnir, Agent Fresco á Móti Sól, Why Not Jack og 2 risadanskjöld í boði Elements og Agent.is. Fylgstu með á facebook.com/besta útiháttíðin. Miðasalan í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðurfréttir 14. júní. Það stefnir í flott grillskilyrði næsta sólarhringinn. Það verður hægur strengur á norðan, jafnvel breytilegur, svonefnd grillgola 3-8 metrar á sekundu. Það gæti orðið smávægilegir skúrir, en við mælum þó ekki með því að fólk grilli inn í skúrum. En það ætti að gera bara eitthvað annað í staðinn eins og að, skúra. Hiti verður 5-15 stig, hlýjast verður á höfuðborgarsvæðinu en kaldast á Annesjum, Halló, norðan og austanlands, en þeim mun meiri ástæða til að grilla, nú auðvitað til að halda á sér hita. Verið sæl. Það er Egils Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3-7. ágúst. Framkoma Núkisson, Botleðja, Páll Óskars, Jón Jónsson, Dope D.O.D. og Bubbi Mortens. Brennan, Blesinn, flugeldasýningin og stemningin. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. FM 957 kynnir. Rikki G verður í samstarfi við Alibaba, Suðurlandsbraut 4, næstu daga. Þú átt möguleika á að vinna þér inn arabíska veislu á Alibaba. Settu like á Alibaba á Facebook og þú getur unnið gjafabréf fyrir 2. Arabískur matur, arabískt te, arabískt kaffi og arabískt tónlist. Rikki G og Alibaba. Frusu góðir saman. Með I Follow Rivers. Ég held reyndar þetta lag héti bara I Follow. Nei, þetta er I Follow Rivers og ég veit ekki, ég var að segja. Ég var að segja I Follow Rivers. Nei, þetta er eitthvað mix líka og glemdi því. Já, ok. Hvað voðalega veistu þetta? Já, maður veit ekki nýjum tónlist. Er þetta mikill Liggi Límaður? Já, ég meðan alltaf tíður mikill Liggi Límaður. Já, þetta er, hvað er þetta? Hljómsveit eða kona bara? Bara stelpa. Bara stelpa. Þið eru að hlusta á FM 95 Blue og það er komið að dagskrárliðnum Sturlaða staðreyndir. Hvernig líst þér á það, Jeppi? Ég líst mjög vel á það. Já. Ég býð spenntur eftir þessum leynigestinum, hann er hér rétt á kominn. Hvenær dettur hann í hús? Já, hann er svona á leiðinni, þetta er ekki svona 10 mínútur í leynigestin. Ok, og það eru svona, 20 mínútur í brjánbreka, þannig að það er alltaf að gerast í okkur strákunum, en það er komið að einum af mínum uppáhaldsliðum hér í þessum þætti og það eru Sturlaða staðreyndir. Ég laka til að, segja ykkur frá nokkrum sturluðum staðreyndum og ég ætla að byrja hérna fyrstu. Að biðja auka kotta á hótelum er í 90% tilfella verið að biðja gleðikonu. Sturluð staðreynd. Ha? Já. Samkvæmt sturluðum staðreyndum að þá að biðja auka kotta á hótelum þá eru menn í 90% tilfella að biðja gleðikonu. Er þetta eitthvað svona kódmál eða? Já, þetta er eitthvað kód sem út með... Er þetta svona eins og að fara á vídeolegu svona 96 og biðja möppuna eins og þú gerir stundum? Svo ég ekki akkurat að setja þetta á mig. Mást að biðja möppuna undir borðinu? Nei. Já, þetta er svona svipað, þetta er eitthvað kód fyrir eitthvað svona. Þetta vissi ég ekki. Ekki heldur og, enda er það oftast þannig sko ef þú vilt auka kotta þá er það inn í skápnum held ég. Ok. Þannig að þú ert að biðja einni viðbót. Biðja auka kotta í flugvél. Og er eitthvað bara... Nei, þá ertu bara að biðja auka kotta, þetta er bara hótelum. Okay. Þannig þú ert ekki að passa þetta. Það svo næsta styrlaða staðreynd. Menn sem eiga erfitt með að hemja hlátur eiga líka í erfiðleikum með að hemja félagann sinn í kynlífi. Og þá eru þið viðkvæmið sem sagt þetta, svo var þessu lýst hérna eitthvað en ég bara nenni ekki íslenska en þetta á sem sagt við að þá svona til að bara á hans að vera dónuleg þá ertu snöggur að fá það. Já, það hlæri enginn minna ég þannig að sérum átt hlæðandi eitthvað. Ég hlæri þetta svolítið mikið. Já. En þetta er samt. Ég er samt sko. Ég er undirtekningi sem stundar ekki. Nei, ég er enda að hlæja ekkert svo rosalega mikið.
Já, veist, ég átti ekki erfiðleikum hlátur. Ég get hætt að hlæja, skilur. Ekki nema, hvað er það ekki eitt af versta sem þú lendir í, þú mátt ekki hlæja. Og það er eitthvað sem er svo fyndið. Já, en ég hlæja svo sjaldan, það er svona 1 sinni til 7 mánuði. Já, en það endustu rosalega í rúmbunu. Næsta styrlaða staðreind, konur fá oftar martraðir en karlmenn, en karlmenn dreymir oftar kynlíf en konur. Já, Róbert. Farið þið mikið að martrum? Nei, þetta er sannast þetta. Árið 2008 setti Burger King rakspír á markað með kjötlykt, sturlu staðreind, og þetta er örugglega einhver versta hugmynd sem ég heyrt á ævinni. Kjötlykt, ég get ekki trúið eitthvað svo kjötlykt að það er. Já, það er líka, sko, hvernig markaðsfundurinn þegar svona hugmyndi eftir einn, herra strákar, enn að fara bara, þú veist, hættum aðeins í hambúrgarunum, hvernig var að setja smá ylvatn á markaðinn, eða rakspíra? Sko, mér finnst alltaf lægi að eitthvað svona stórfyrirtæki setja ylvatn á markaðinn, sko. Já, en það sé kjötlykt að því, svona Burger King, þetta er örugglega ekki. Nei, ég veit það, en þú veist, þeir eru að hugsa eitthvað bara, við þurfum að stekka þetta eitthvað. Já, aðeins að bransa út. Þú veist, Ferrari og geta verið með ilm, en þeir er samt með hann. Já, Ferrari er með ilm, en það er ekki bensínlykt á hann, skilur. Smurolía eða eitthvað, það er rétt. Herðu þá á næsta sturlaða staðreind. Asymbolia er hættuleg sjúkdómur sem gerir þig ónæman fyrir sársauka. Segðu mig það ef ég er ekki haldinn þessu sjúkdóm. Asymbolia. Ok. Ég finn aldrei til. Ástæðan fyrir hann er hættulegur já, það er bara hættulegt að þú finnir ekki sársauka. Stendur hérna. Í Asíu eru, þetta var sem er skemmtilegt, í Asíu eru hundasjónvarpsþættir eða dog TV eins og það kallast, og þar eru spilaði þættir sem eiga að henda hundum og ná athygli þeirra. Ok, það kemur ekki óvart. Sko, hefur þú séð sjónvarpsþættir til þess að Japan? Já, það er bara snar vangið, sko. Það eru sjónvarpsþættir, það er svona spurningaþættir og eitthvað, þegar maður horfir á þetta, það er eins og sé verið að búa til grín, skilur. En heldur að er hægt að gera sjónvarpsefni sem að bara, þar sem hundruðin sest bara fram á sjónvarpið og horfið með áhuga? Ég bara hef aldrei átt hund, ég þekki hundar rosalega illa. Já. Herru, Ítalir voru að skora. Ítalir voru að skora, hvað skoraði? Ég sá þetta ekki, ég sá bara boltinn á þeim, Pirlo. Það er nú ekki sturlu staðreind að Ítalir hafa verið að skora, en þeir voru að skora. Já, en ein augljós staðreind, það er ekkert gert oft í jafntefli í úrslitakeppni í HM eins og Ítalir. Mjög augljós staðreind. Þannig að það er kannski bara góða líkur á Króatíum í jafni. 1-1. 1-1 var... Við sem einn mann sem var alveg hrifinn af því. Já, ég myndi ekki halda það. Svo er það næsta sturlaða staðreind. Það eru fleiri stjörnur í geimnum heldur en öll orð sem allar manneskjur jarðarinnar hafa sagt til samans frá upphafi. Hvernig finnst þið það? Jú, þetta er flott. Já, mikið af stjörnum. Mér finnst þú ekki að er þetta lélega staðreind fyrir þetta? Jú, ég hef svo lítinn áhuga á stjörnum og hundum. Ok. Það eru 60 miljón konur í Kína giftar samkynhneigðum mönnum. Sturlu staðreind. 60 milljónir hvenna... 16 milljónir? Já. En hvernig veit fólk þetta? Þetta er bara eitthvað sem er rannsakað dæmi. Ég er að fara að taka mútið leynigestunum. Leynigestunum mætur? Og ég hef ekki klárað stjórnstæða staðreind? Klára 2 stjórnstæða staðreind, ég var bara að hlaupa frá. Þetta er bara þannig leynigestur. Ok, farðu að opnaði fyrir honum. Herðu, hér er að fara að sækja leynigestin, en þá er þetta bara ég og þú hlustendur. Já, 2 eftir hand ykkur. Og seinni er Robert Downey Jr. byrjaði að reykja gras þegar hann var 6 ára. Það er sturlu staðreind. Og svo er það hérna síðasta. Meðal lífsaldur NFL leikmanns er 55 ára. Já, þeir verða fyrir miklu hnjaska. Og í hvað er leiðilegt að vera einnig sturluðum staðröndum? Það er enginn að kommenta þetta mótið mér og eitthvað. En allavega, maður sjá, ég ætla að ímynda mér eitthvað sérna. Spáði því, gamli, að þeir verða ekki, svona meðaltalið ekki eldri en 55 ára þeir sem hafa spilað í NFL. Já, þetta er náttúrulega þeir að fá mikið hnjask á sig og svona og erfið íþrótt. Já, það passar. En myndirðu vilja að makinn væri í NFL þá? Þetta er eins og pabbi minn, hann er 53 eða 54 núna, þetta er 1 ára eftir. Það er náttúrulega viðbjóður. Þetta er ömulegt, ég ætla ekki að vera einn í sturluðum staðröndum. Fáum bara lag og svo er einhver leynigestur sem ég veit ekki hver er sem að hjálpar að koma með þetta í hús. Þetta er Alicia Keys með No One. Nú verður sveppurinn brjálaður, maður. Nú verður sveppurinn brjálaður, hingaði mættur forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson í stúdíóið. Herðu, nú máttu bara tilla hana. Herðu, þetta er rándýr gestur hér í FM 95 Blö. Nú verð ég að gefa Hjörpanum smá kúlprygg. Já, ég ákvað bara að ringja fórsetan. Já, það er... Ég frétti þetta. Þú væri bara búin að leita mér allt. Siglufirði og Sauðárkróki og Fáskrúðsfirði og Neskaupstað og Grindavík og bara allt. Já, sko, við sveppin erum búin að leita þér núna í mánuð. Í mánuð? Já. Já, þið bara átt að koma á Dalvík eða Ólafsfjörð. Þá er þetta bara gengið upp. Já, eða fáðu bara hérna í stúdíó eins og þú mættur. Já, ég átti kortulaust. Ok, ég fíla það. Þetta ég hefði nú undirbúið með betur Hjörvar, það hefur sagt mér að fórseta var það. Hafa þetta ekki undirbúið? Nei, þetta er grjótarð. Vertu velkominn, herra forseti. Þakka að kella fyrir. Gaman að koma inn til ykkar. Hvernig hefur það?
Ég hef það bara glimrandi gott, skal ég. Já, á fullu núna. Gaman að fara landið og hitta fólk og unga og eldri og skemmtilega athugasemdir, gaman að sjá kraftin í fólkinu. Já. Þannig að það bara ekki hægt að láta liggja betur á sig. Nei, ertu búin að fara á Sauðárkrók? Já. Við héldum fund á Sauðárkróki. Yndislegu bær. Já, og svo töluðum við í Frystihúsinu. Já, ok. Og það var bara fullt af heilsufæði. Já. Þannig að maður fekk sér að borða líka. Ertu búin að fara í Kópavoginn? Já, ég nú alltaf að keyra í gegnum Kópavogi. Þannig að ég fer oft á dag í Kópavogi. Hjörvar mjög hrifinn af Hamraborginni. Já, það er góður staður. Ég veit sko Sveppi verður brjálaður núna því að við vildum fá þau á þriðjudegi. Hann er mjög æstur að fá þau sem gest. En það við urðum pínu svektir sko því að við vorum búin að hringja þig í þættinum núna. 4 sinnum eða 5 sinnum. Og ekkert gekk. Og svo sáum við bara á pallinum hjá Simma Vill, vinn okkar. Það varst þú bara í burger og grilli og það er engan tíma fyrir okkur. Já, það var mjög skemmtilegt. Við héldum svona fund og ræddum fórstembættið og framtíðina og hann bauð upp á hamborgara og glampandi sólskinn og alltaf gott veður í Mosfellsbænum. Já. Það er... Þið hefðu átt að vera mættir bara. Já, ég reynda að viðurkenna. Maður hefði átt að mæti það grill. Og hérna var ykkur ekki í boði? Jú, okkur var þetta boði. Já, gott. En ég er svolítið erfiður á sunnudagsmótnum, þannig að það er... Þetta var ekki á mótni, þetta var klukkan 3 mættir. Það 3 er líka erfitt í höfum. Já, þetta er inn. Þetta er, já, eins og ég segi, þá er þetta mjög óvæntan. Ég var nú ekki búin að undirbúa neitt hérna, en... Ég sé að átt alveg miðinn bara. Nei, ekki því miður mín. Ég er bara honored eins og þeir segja. En af hverju eftir ungt fólk að kjósa þig? Það nú talaðum að unga fólki, allavega eitthvað ungt fólk að tala um að sé komin tíma á einhverja breytingar? Jú, auðvitað getur verið komin tíma á breytingar, en það er nú gott að hafa reynslu. Og ég heyri það ungu fólki, ég er búin að hitta margt ungt fólk all land og ég hef öflugan stuðning með ungt fólks. Það vil líka hafa svona trausta stjórn á þessu saman. Og svo horfir það náttúrulega á fótboltan eins og fleiri og sjá bara gömlu brínin dug oft best. Já, það var Andrea Pirlo að skora fyrir Ítalíu þaðan. Svo er Alex Ferguson. Hann ætlaði að hætta eftir 16 ári hjá Manchester United og Ólafur Ragnar er búin að vera 16 ári sem fórseti. Hann ákveði að halda áfram og er það ekki besta ákvörðun okkar lífs? Já, svona fyrir okkur United menn. Aldrei gengið betur á síðari árum hjá Manchester United en eftir að Ferguson hætti við að hætta. Já, það er þetta hárrétt og góð búið. Þetta er eitthvað sem átt að nýta þér í kosningabaráttunni. Það er að líka að við sögur Alex Ferguson. Ég er náttúrulega mikill stuðningsmaður Manchester United. Já, vel gert. Það var nefnilega þannig þegar ég fór út til náms í Manchester. Að þá var það eina sem maður sá að fótbolta frá útlöndum. Það var ef maður fór í bíó. Það var alltaf svona fréttamyndir á undan. Þetta var áður en var sjónvarp. Og kom alltaf svona 30 sekundur af fótboltanum. Þannig að ég hafði aldrei komið á fótboltavöll sem voru 70.000 manns. Fyrir ég fór að sá Manchester United. Hverju voru þá í liðum? Það var Best og Já, þetta var náttúrulega á gullöldinni, algjör gullöld, þangað til Ferguson kom. Þetta er, en með hverjum heldur á EM? Sko, mér finnst nú eiginlega, sko, þetta er búið svo erfitt hjá englendingum. Og þetta er svo mikil krísa hjá þeim. Ertu svona típa eins og ég og pabbi? Þú stiður England alltaf á svona stórmótum? Nei, sko ekki alltaf. Ég held bara ef þetta fer allt í vaskin hjá þeim núna, þá verða þeir bara miður sín sko í mörg ár. Í mörg ár. Því þeir alltaf haldið að þeir væru aðal fótboltaþjóðin. En það var sennilega aldrei verið að litla væntingar út til englendingar núna. Nei, ég er sammála því. Þess vegna er alltaf gott að halda af litla mannum. Þetta geti verið. En ég held að þeir muni nú ekki ná miklu mánum við. Ég hef eiginlega aldrei haldið með neinum í heimsmeistarakeppni. Ég hef alltaf, eða Evrópukeppni eða einhverjum svona mótum, en ég hef alltaf haldið með Manchester United og svo hef ég alltaf haldið með Akranesi. Íamaður. Og það var að því, þegar ég kom sem strákur á vestan, þá var Akraneslið eina utanbæjarliðið sem spilaði hérna. Og maður kom frá Ísafirði og hitti þessar strákar sem stuttu KR og Fram og Val og þeir voru svo merkilegir með sig að maður bara stutti Akranes. En það unnu þeir alla titla þá. En Ólafur, hérna, aðeins að baráttunni sem við erum í núna, hérna, anstæðingarnir tala um að sameina þjóðina og tala um sameiningu og svona, er ekki allir bara sáttir á Íslandi og er ekki mikil sameining? Það er mikill einhugur hjá fólkinu í landinu, maður finnur það þegar við förum á landið, en svo er náttúrulega forystusveitin og að setja á dagskrá ýmiss konar mál sem valda ágreiningi. Og ég hef einmitt verið að segja það undanfarið að það þarf að passa sig á því að setja ekki of mörg ágreiningsmál á dagskrá. Því að þá geta menn komið í veg fyrir að þjóðin geti saminast
í því sem skiptir máli. Það er að segja byggja hér upp gott þjóðfélag, farsæla framtíð fyrir ungt fólk og það er það sem við getum náð góður einingum og ágætt dæmi það hvernig þetta ná fólki saman er að fyrir 10 árum eða svo þá hafði ég miklar áhyggjur af aukinni neyslu fíkniefna meðal ungs fólks, sérstaklega í grunnskólanum og ég fekk öll aðildarfélög ISI og OMFI og skátarhreyfinguna og öll sveitarfélögin og grunnskólana til að taka höndum saman í forvarnardegi og það hefur tekist mjög vel, við hefum sýnt myndbandar sem íþróttafólk og fólk úr skemmtanageiranum hefur lýst sínu heilbrigðalífi og á þessum síðustu 10 árum hefur neyslan meðal grunnskólanemnda, hún hefur hrapað, hún hefur farið úr 2 stafatölum niður í 1 stafstölu og það sýnir hvað við getum gert ef við tökum höndum saman. Já, ég er enda gestir sem koma hérna í FM 95 blöð, þeir þurfa ofta að leysa þrautir en þar sem að vera nú, það er ekki á hverjum degi sem að fórsetinn mætir inn í stúdíu. En er fórsetinn alltaf að leysa þrautir þó Ég ætla ekki að láta það syngja Euphoria, en ég hefði nú verið búin að hendi nokkra hraðaspurningar, hefði vitað að vera að koma, en ég ætla að spyrja það nokkra sem ég man sem eru svona reglulegar. Hvað er uppáhaldsbíómyndin, Ólafur? Þú veist að vera snöggur og hugsa? Ég held eiginlega uppáhaldsbíómyndin sé nú eiginlega Godfather. Godfather, já. Hvað er svona uppáhaldsljónsveitin? Meinarðu svona pophljónsveit eða symfóníuljónsveit? Pophljónsveit. Það eru Bítlarnir. Bítlarnir. Þannig að þú tekur Bítlana allan dag fram með Stones? Já, en þegar ég var í Bretlandu sínu tíma í Manchester, þá var bara Liverpool næsti bæri við. Já, ok. Svo er næsta, hefur lent í slagsmálum? Nei. Nei? Já, þegar ég var stráku fyrir vestan að sjálfsögðu, en ekki eftir ég var fósti. Nei, ok. Hvað þegar þú ætlar að gera glaðan dag, hvað færðu þér í glas? Bara vatn. Bara vatn, ok. Já, ertu bindindismæður? Já, næstu því. Ég drekk svona kannski létt vín svona við hátíðlega tækifæri, en ég hef aldrei drukkið sterk vín. Nei. Og ólst upp við svona mikla bindindishreyfingu og komst að raunum það var bara hægt að skemmta sér vel á þess að neyta áfengis og ég hef aldrei reykt heldur. Nei, það er út eins og Hjörvar á topnum án tobaks. Já. Ég skeiti á mig einhvern tímann og tók í vörun eins og villisingur en ég er nú hættu því. Það er gott. Já, svo eru fleiri spurningar. Ég myndi spyrja þig hvað ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú velja? Hann er hitt alltaf. Já, ég veit það. Já, þetta er nefnilega dálítið erfið spurning. Ok, hver er svona merkilegasta persóna sem þú hefur hitta? Hvað segirðu? Hver var svona merkilegasta persóna eða fannst þér svona merkilegasta hitt á sínu tíma þegar þú hittir? Sá sem er nú klárastur af því sem ég hitt. Já. Það er náttúrulega Bill Clinton. Hann er alveg í sérflokki. Svo fannst mér líka fyrrverandi forseti Kína, Jiang Zemin sem kom hingað. Hann var merkilegt eintak. En það sást að best á því að þegar ég hélt hátíðakvöldverðin fyrir hann í Perlunni, þá snýr hann sér allt í einu að mér í miðri Oslo og spurði, er einhver hérna sem kann að spila Ó Sole Mio? Undarleg spurning í hátíðavislu fyrir erlenda þjóðangja. Og ég leit salin og sá alla heimi tónskáld. Kallaði á hann að borðinu og spurði alla heimi, kannt þú að spila Ó Sole Mio? Og allir áttur að móðgæður, eitt frægasta tónskáld þjóðarinnar, hvort hann kynna að spila svona lag eins og Ó Sole Mio. Jú, hvernig það? Og ég sagði sjanska með það og þá bara ákvað hann að standa upp í miðri vislu, forseti Kína, og syngja Ó Sole Mio í ítölsku. Ok. Bara í einhverju flipi? Já. En Obama, er hann ekki? Jú, ég segja þetta merkilega svo, af því ég sagði nú að Bill Clinton var svo klárasti. Já. Að þegar ég átti fyrsta fundir með Obama, þá hringdi ég gamlan vinn minn sem er ennþá öldungadeildarþingmaður í Bandaríkjunum og sagði við að nú er ég að fara að hitta Obama. Þetta er áður en Obama fórsti. Þetta var svona rétt það leindi sem hann var að bjóða sér fram. Og ég spurði hann, hvað er það sem það helst að vita áður en fyrir að hitta Obama? Og þá sagði þessi góði vinn minn, öldungadeildarþingmaður, hann sagði að fyrsta sem hann verður áttið á er að hann er klárari en Bill Clinton. Ok. Og það er ansi merkileg hlutur. Já, það er ekkert annað. En þú varst þetta mikill aðdóndi George W. Bush, var það ekki? Nei, ég hef ekki mikið álit á honum. Nei, en hann er skemmtilegur, skal segja. Hann er hress. Já, hann leynir á sér. Hann leynir á sér. Er það ekki svo að tala bara við krakka? Hvað segirðu? Er að tala við George W. Bush, er það ekki bara svo að tala við krakka? Já. Fannst þú ekki að þú værir skarpari? Nei, hann er bara ekki, hann getur við ansi skemmtilegur, sko. Hann náttúrulega segir ýmislegt svona, en mér varst kannski pappans hafa svona meiri þekkingu á
málum. Þá vitið það, kæru hlustendur, að, eitt skynsamasti maður sem að Ólafur Ragnar hefur hitt er Bill Clinton. En þú mættir svona, ef við tökum í lokin, þú mættir hitta hvaða leikara svona sem einhvern svona Hollywood-stjörnu, hverju myndir þú bjóða á bestastæði þú mættir velja? Já, ég var spurður að því á D.V.A. Ef það ætti að gera bíómynd mig, hver ætti þá að leika mig? Og ég svaraði að bragði Russell Crowe. Ég hef hitt hann einu sinni. Ég var nefnilega, Michael Caine og kona hans Shakira eru mikli vinidóritar og búin að vera það í áratugum. Og ég hef kynst þeim í gegnum þau og þau eru góði fyrir okkar. Svo vorum við einu sinni að borða í London á veitingastað og þá kemur allir koníansflaska á borðið. Og Michael Caine verður dálítið hissa og þá kom í ljós að Crowe var þarna á veitingahúsinu, hafði aldrei hitt Michael Caine en sendi honum svona kampænsflösku í heiðurskyni fyrir framlagast í kvikmyndana. Þannig að ég hef hitt hann svona augnablík þegar hann kom á borðinu en ég hef aldrei talað við hann að ráði. Þannig að ég held að ég myndi setja hann í fyrsta sæti. Nú var Kristján Eldon var svona frekar þunnharður forseti. Heldur við fáum ekki á sköllóttan forseta? Hvað og í hvað er það hjörfa maður? Já, það ef þú skoðar mannkynssöguna þá er náttúrulega voðalega erfitt fyrir sköllóttan menn að verða forseti. Þetta er ekki gott að heyra. Það væri einstakt afrek. Það væri einstakt að ég var að pæla í þessu. En náttúrulega Eisenhower, hann var bæði hersöðingi og forseti. En það er ekki allir þessi menn sem Ég held að sköllóttir menn þurfa að byrja á því að vera hersöðingar og svo vera forstar. En er ekki svona menn sem í þessum bransaðan úti, setja ekki á sig einhverja kollu og eitthvað? Jú, svo var alltaf sagt Ronald Reagan að hann hérna litað á sér hárið. Ég veit ekkert hvort það er satt eða ekki, en menn verða margir mjög gráhærðir á því að vera forstar. Menn verðast eldast. Kostur að vera sköllóttur, þá verða menn ekki gráhærðir eða þeir eru fastar. Reyndar, menn það var að sína einmitt myndan með Obama daginn, að sína munin á honum bara eftir 4 ára. Eða Bill Clinton, ef þú horfir á hann í upphafi og í lokin. Þetta tekur á. En það er búin sannur heiður að fá þig hérna, herra forseti. Mjög gaman, ég er náttúrulega búin að bíða lengi eftir þess að mér sé boðið og svo hef ég verið að frétta þetta smátt og smátt og þið hafi verið að leita mér hingað og þangað. Og nú bara næst þegar ég fer á Siglufjörð eða Eskifjörð, þá bara komið þið með. Ég lofaði því. Við komum grjótharðið með þér. Þetta var forseti Íslands, það styttist í annan meistara, hann heitir Brjátbreki, virkilega ólíkur forsetanum, en höfðin gengur það síður. Takk enn og aftur. Sömuleiðis, takk að fá hér upp á slægi hans Óla, hann dillar sér alltaf við þetta þegar hann er á Bessastöðum. Þetta eru Rottweiler og klárum allt í kvöld. Hjá forsetanum er það vatni. Hann kom með alvöru leinigest hér í FM 95 Blö og ég sá var einhverju hérna á Twitter að segja okkur að hann fengi ansi góða eftirhermu. Ég var nú að henda mynda okkur saman hérna inn á Twitterinn, þannig að þar kemur svo sönnun. Þetta er hérna, þú varst, ég hef ekkert undirbúið með þess betur, þú erum stærsti gestur í sögu þáttarins. Ég veit að ég ákvað bara að koma þér óvart, ég var bara með mér, þú veist, ég getur þetta öllu. Já, er það málið? Ég hringdi bara Óla Ragnar, sagði bara, heyrðu, FM 97, hvernig finnst þér það? Og gott að gerst. Sagði bara, topp tónliststöðun, klár. Herðu, þetta var skemmtilegt. Já. Þau verður að gefa þér það. Já, gaman að hitta kallinn og hérna, gaman að heyra Bill Clinton var í gáðast í, eða svona mest impressive gæði sem hann hefði. Já, ég sko málið ég hef getað setið henni allan dag og spurt hann spurninga, Óla.
Ég hef viljað fá vita svona með Putin og svona gæða sko. Já, ég held að hann sé grjótharður. Hann glerharður, hann ennþá bera ofan að veiða núna bara einhverju hörku formi sko, 3% fita. 3% fita, það nóg framöndan hérna hjá okkar strákunum. Það styttist í brjánbreka ásamt því að við fáum annan góðan gest hér í stúdíóið, en það eins og að komið að flottu lagakeppninni eftir, þessar auglýsingar. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúatæ. Nóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. Besta útihátíðin, Gaddstaðaflötun Hellu, dagana 5. til 8. júní. Miðasala í fullum gangi á bestaútihátíðin.is. Skráðu 2 vikna tímabil á orkan.is. Taktu orkulykilinn með þér í sumarfríið og vertu á ofurdagsafslætti í 2 vikur. Gleðilegt orkumikið sumar. Orkan. Til hamingju með daginn. Í dag Bíkó 50 ára og í tilefni afmælisins bjóðum við upp á úrvalsspennandi tilboða í verslunum okkar til laugardags. Komdu við í næstu Bíkó-verslun og fagnaðu með okkur. Bíkó. Búðu betur. Borgaðu minna. Þegar Halldór Laxness var að skrifa Heimsljós fór hann og gisti á Eyjafjallajökli til að upplifa bæði kuldann og fegurðina. Vertu með í sumar á stærsta 3G-neti landsins. Hvaða útsýni á skilið að fá Nóbelinn? Segðu okkur frá því á Facebook eða símin.is. Meira Ísland með símanum. EM kóktilboð í Krónunni. 4 2 lítra kók eða 12 33 centilítra kókdósir og EM-fótbolti á aðeins 1398 krónur. Nýtt kortatímabil. Krónan fyrst og fremst ódýr. FM 95 blö. Á FM 95. Föstum dagskrárlið sem að heitir flottulagakeppnin og þetta ein mikilvægasta keppnin í langan tíma því að staðan 8-8 hjá okkur strákunum. Fyrir ykkur sem að hlustaði fyrsta sinn, til dæmis eins og ef forsetinn á leiðinni í bílnum og hefur ekki hlustað á þetta áður, þá virkar hann hefur margótt hlustað á þetta. Já, þá virkar þetta þannig, við fáum báður að spila 90 sekúndur úr lögunum okkar og svo það undir hlustendur komið að velja hvort lagi var flottara og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Þetta ekki flókið. Hjörvar, þú færð að fara undan í dag. Nú, ok. Því ég var undan síðast. Það ekkert flóknar að það. Herjá, það svona, ég sakna gömlu sveitaballana. Ok. Það var svona 98, 99 þegar voru hljómsveitir eins og AMS og, Írafár og Skítamórall. Ertu að fara í íslensku deildina hérna? Ég ætla að fara í íslensku deildina. Ég ætla ekki að segja þess Taka sénsa. Rip it and a grip it. Já, þetta bara flottulega, þú bara velja flott lag. Já, ég veit ekki, ég nenni ekki vera alltaf bara með... Ég tek ekki Beatlan á Michael Jackson eins og þú, sko. Nei, ég með hvorki Michael Jackson nýja Beatlan í dag. Já, ok, þá erum við Paul Jam, sorry. Herru, en ég ætla að taka gott svona lag sem var alltaf mikið stuð á þegar þetta lag kom á böllunum, þá var alltaf gríðlega stuð. Ok. Þeir hörðustu rifus úr og ofan þegar þetta lag datt í gang. Þetta lagið ennþá með Skítamórall. Í alvegni? Já. Er það þitt framlag? Já, það er mitt framlag. Herðu, ok, þetta Hjöbbi í flottulagakeppninni, lagi hans, Skítamórall ennþá. Það eitthvað mistökjær. Nei, þetta samt það sem að þú settir þetta tilbúið. Hæ? Varstu viljandi að reyna að glúður einhvern veginn? Nei, ég var ekkert að því. Dúlla ásins. Ég var ekki að því, það var bara, þetta ekki mér að kenna, þetta sem þú stiltir upp hérna. En byrjaðu þá að taka þitt bara. Nei, þetta tilbúin. Klár. Já. Má ekki aðeins? Þetta bara, svona lagið, það kemur bara stopp í lagið. Já, þetta ég þekki nú flesta af þessum strákum og þetta allt topp drengir. Geggjalag. En ég held að ég sé að fara að henda hérna samt í nett KO á þig og komist í 9-8 hér. Því miður. Michael Jackson? Nei, það er ekkert Michael Jackson hérna. Hvaða klísja er þetta? Nei, þú settir ennþá með Skítamórall í flottulagakeppninni. Ég ætla að setja á mitt uppáhaldslag allra tíma.
Heyrðu hvað, heitir þessi keppni ekki flottalagakeppni? Jú, þetta er alltaf í gangi. Smells Like Teen Spirit á móti ennþá með skítamóral. Mér finnst nú bara hálf asnalegt að segja þetta, en þetta er núna undir ykkur komið kæru hlustendur. Allt inni hjá mér, allt sem ég get gefið þér. Já. Þetta er svona og þetta er undir ykkur komið, kæru hlustendur, þannig að nú er það 511-0957. Ég ætla að opna hér fyrir síman og hvað voðalegt er Svartýn? FM95 blöð, góðan daginn. Mjög bjart. Já, góðan daginn. Góðan dag. Það er ennþá. Nákvæmlega, skítamórallinn. Það er skítamórallinn. Æja. Saknar ekki svolítið að geta að fara á ball með skítamóral og svona, það er alveg starpa hús. Já, það er á bestu núna. Þeir eru að fara að koma. Já, þeir eru á bestu útjáttinn. Ég hef ekkert á móti skímó. Gamma stund á stend ég. En það er ekki flottara lag en Smells Like Teen Spirit, sko. Þeir eru alltaf að spila í Danmörku. Já, ok, eru flottir. Herru, þá var næsti hlustandi FM95 blöð. Hvort lagi fannst þér flottara? Það er Nirvana. Sjálfsögðu, Hættu svo að tala með mér og spila þessu lög. Það er nú ekki oft sem að fara að heyra þetta á þessu stöð. Það er þetta góðu punktur. Já, ef þú hlustar á hérna svona næturútvarpið á bylgjunni, þá er þetta svona, þetta lag og La Bamba koma á þar inn. Ættu þessu vælið, maður. Herru, takk fyrir. Ok, staðan er 1-1 í flotulagkeppninni, ennþá með skítamóral eða Smells Like Teen Spirit með Nirvana. Hver fæ þitt atkvæði? Það er Hjöppi. Hvað er verið þetta? Þvílíkur fagmaður. Þvílíkur fagmaður. Það er bara aðnig. Hvað er hérna, hvað ertu gamall? Ég er 30. Hæ, 30? Já, ok. 30? Já, fagmaður. Og finnst þér ennþá með skítamóral betra en Smells Like? Já, þetta er bara basic. Bara basic. Hvaðan er þetta að ringja á landinu? Það er Akureyri. Nú, já. Toppmaður. Ok, ég held að þú væri með annan kaupstað. Herru, takk hjá það. Það er þitt. Ok, staðan er 2-1 í Hjöppa hér, FM95 blöð. Hver fær þitt atkvæði? Herru, ég er sammála okkur báðum. Sammála okkur báðum, ok. Þetta fannst lagi Hjöppa ógæðslega. Nei, það fannst mér ekki. Jú, það heyrðist svo á þér. Alltaf þú að setja þetta í... Já, nákvæmlega, með sína fyrirlítingu. Nei, herru. Svo var það öfugt. Ég er mikill skím á aðdóndi og Hjöppi var rakkan yfir Smells Like Teen Spirit, sko. Já, ég laði samt þeir í Hjöppa, sko. Já, hvað verið það? Mórallinn. Það er tvennu slæmu. Ég held fyrst að ég var að hlusta X-ið þarna ljótala-kjamjuna, sko. Það fíla allir mórallinn, ekki vera eitthvað, það fíla allir mórallinn. Ég ætla ekki að vera faggi, en af tvennu slæmu þá vil ég fyrir eitthvað... Það fíla allir mórallinn frá Selfossi. Hvernig er þetta að segja af tvennu slæmu? Mórallinn frá Selfossi. Selfossi er þetta skemmtilegast bæri á Íslandi. Selfossi toppar, ég bjóðar. Hættum hún að búa alls það? Ég bjóð á Selfossi eitt ár. Fórstu einhvern tíma Kaffi Krús þar? Já, nei, það var ekki byrjað þá. Pabbi minn, Kristján Blöndal og bróður hans Valga Blöndal byrjuðu með Suðurlandsvídeó á sínum tíma. FM95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Heyrðu, Heiðin Blöndal. Anna þekki þig, þetta verið ljótt að hann fari í 4-1. Herru, takk aðeinslega. Verður góður. Já, grjótaru hvern maður. Þarna ferð sem tók Smells Like Teen Spirit. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Það er Hjöppi, maður. Hell yeah. Sjálfuð maður. Hell yeah. Þitt lagi er orðið svo fáralega þreytt, sko. Vá, hvað er þreytt. Ennþá verið að vinna Smells Like Teen Spirit. Ég lappa út Þreytt.com. Hvað er 42? Þreytt.com. Hver ætlar að tryggja með sigurinn? Hvaða meistar ætlar að tryggja með sigurinn? Takk fyrir að ringja og segðu mér hérna sé ykkur með viti. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Herðu, það er Nirvana. Já, hjúkjett. Ég treyst á stelpuna. Nirvana, alltaf á nætuvættinni. Alltaf á nætu? Akkur er þetta tengið við nætu? La Bamba og svo hérna Nirvana. Þú voru afsaka vinn minn hérna. Já, þetta er bara miklu skemmtilega lag. Herri, já, takk hjá það. Takk. Skammarstund á stend ég. Herri, ég verð að treysta hérna. Hver fær þitt atkvæði? Já, hver er staðan, Anna? Staðan er 4-3 fyrir Hjöppa. 4-3 fyrir, já. Veist það, klárlega er það hann Hjöppi sem hefur þetta. Lagleg sjálfur, maður. Líku topp, maður. Hvernig getur þetta gest? Einn af þeim eitru hörðugæðar sem leysi úr á þessu á böllunum. Hjöppi, við munum eftir þessu, sko. Já, við munum eftir þessu. Þetta er óvæntasta tap mitt í sögunum, þá tek ég allt með í lífinu mínu. Já, mætti mér svo spila þetta lag eftir þess að... Þetta er þvíleitt lag. Þetta er eiginlega vannmennasta lagið með móralum. Ég er að segja, það er nákvæmlega. Það er ekki hægt að segja ennþá með skítamál sé betra lag en Smells Like Teen Spirit. Jú, það er hægt að segja. Það er mikilvæg stemning í þessu. Eitt rifja bara þungu tímana í lífinum hans. Þungu tímanum? Árið búið sitt besta hann? Nákvæmlega. Árið búið sitt besta hann?
Hann er að rífa upp gömul sár hérna í flottulegakefni, það er ekki hægt. Og þetta skipti sem við vorum gjössalega í tómu rugli í... Ég er ánægð með, takk kærlega fyrir þetta maður. Takk fyrir að ringja. Takk kærlega. Ég byrði þetta algjörlega. Skítið þig. Takk fyrir. Ég á ekki til orð. Jæja, Hjörvar Hafleðarsson. Ég gruna, það var ekki hægt að vinna þetta. Það er ekki hægt að vinna þetta, verði ekki aðeins Ói, svo kemur þetta fyrir þig líka maður. Ég hef ekki vita betri tíma til að fara á klósettið en núna. Komin tíma á að ringja í mikinn meistara sem að ég heyri oftast í á 50 dögum. Hann heitir Brjálbreki og ég ætla svona að aðtuga hvernig hann hefur það þennan daginn. Er það Brjálbreki? Já. Hvað segir? Þetta er Rauði blöð. Blessaður, þú miklu meistari. Blessaður, herru, ég er komin nýja hringingu. Já. Snoop Doggy. Já. Ég kalla það. Snoop Doggy. Já, hann er góður. Ég var af með eitt kantarina. Það er vel gert. Ekkert betra en eitt kantur. Á 50 degi? Já. Já, hvað okkur? Ég er komin í sumafrí og allt. Ertu komin í sumafrí? Já. Ertu ekki atvinnulaus? Jú, ég þarf líka sumarfrí. Eða ekki? Jú, auðvitað, sorry. Já, sjálfsög. Leiðin á Akureyri. Nú, hvað að gera þar? Ég er bara að fara á bíladaga. Já, ok. Já. 12 ári í röð sem ég fyrir á bíladaga. Glæsilegt. Þetta er kannski meira svona kellingadagar hjá mér henn. Já. Kalla þetta bíladaga. Já, hvað, ertu lagður á stað norður eða? Ég er bara einn umferðarmiðstöðinni. Nú, tekur þú rútuna? Ég er að fokki, hvað heldur ég sé þroska eftir það? Heldur ég tæki rútu eða bíladaga? Þetta er Geðveikur eða? Hvað, rólegur? Hvað er að því? Nei, ég fekk frendi minn dálítið mikið af manni. Hann lánaði mér svona Nissan Qashqai jeppa, þannig að ég er bara að fara að rúlla inn á Akureyri á honum. Já, það er vel gert. Það er svona jeppi. Já. Nissan Qashqai. Já. Alveg geggjað. Frábært. En já, ég er nú alveg að fara með frenda minni sem er kallað Gummi Gúmi. Nú, okkur hann kallað Gummi Gúmi? Af því að hann er alltaf, sem sagt reykspólar, það kemur gúmilitt. Já, ok. Hann er á svona Mustang 1998 árgerð og ég skal alveg viðurkenna það, ég fekk standara þegar ég sá hann fyrst. Geggjaða bíl, sko, hann er að fara að keppa, hann er ekki götuspinnu. Það er ekkert annað. Þannig að þetta verður... Ég vissi ekki að þú var svona mikill bíláhuga maður. I like a fast car. Já, ég fyrir allan eina helgi árið, þá mæta allir flottustu bílarnir, allir flottustu kettingarnir á Akureyri. Já. Og meðan á sunnudaginn, meðan að margir gamli skólafélag verða væntanlega með börnum á 17. júní, þá verð ég þunnur í einhverjum potti með hellinga gælum. Já, frábært líf. Þetta er ekkert voðalega flókið þetta líf. Nei, ég heyri það. Þú verður að þjóðhátíð í ágúst. Já, þú ert að lifa draumum. Ég er að reyna að hugsa hvað ég að setja aftan á þjóðhátíðagala minn. Já. Ég er alltaf með einhverju setningu. Já, þú setur svona eitthvað aftan á peysuna en alltaf. Í fyrra setti ég, viltu, bíp, þingdu það í síma, 842, 12... Já, þú þarf ekki að segja... Þetta er gamla númerið mitt, þannig að... Já, þú þarf ekki að segja... Það er bara að ringi það núna, sko. Þú þarf ekki að segja það. Þú þarf ekki að gefa það upp í útvarpinu, þannig að þú ert bara á leiðin á bíladaga og svo á leiðin á þjóðhátíð. Þú verður á þjóðhátíð. Já, það er grjóthart. Þetta er svona mínar hátíðir. Sveppi? Hann er alltaf góður. Já. Ég hitti Sveppa og meistara sem að vil. Nú? Ekki er hann. Já. Það er meistari. Já, og með mér í 70. Þeir voru að fá sér SS-pulsu. Já, ok. Ég sé það. Ég stöptur hann í búðinni. Ég lappaði náttúrulega bara upp það. Simmi og Sveppi. Þeir eru vantilega með SS-pulsur. Þetta er... Simmi og Sveppi. Já, þetta er ekki fyndið, Brján. Já, þá sagði meistari Sveppi svolítið sem var svolítið fyndið. Það sagði, og ég og frendi mínu, við finnst það mjög fyndið. Það sagði, ó já. Og núna þegar við hittumst, þá segjum við alltaf, ó já. Já, það er alveg ótrúlegt hvað Sveppi er búin að breyka fyrir ykkur. Hann bjóð, en
Svo fór ég að tala við Simma, öllun eftir góð, sko. Já. Ég sagði hann, ég að fara til Egilsstaða, sagði við Simma. Já. Og Simmi bara, já, það að fljúa eða og keyra þetta leiðið eitthvað. Það segi, nei, ég bara að fara til Egilsstaða, það frændi minn sem heima rétt hjá. Já. Þetta grenjað og látri, sko. Já, þetta verður skemmtilegt momentan hjá okkur. Hann sagði þá eitthvað, sem ég man ekki alveg núna. Nei. Sem var mjög fyndið. Já, það ég trúi því. Ég lendi í pínu neyðarlegu núna daginn. Hvað? Ég veit ekki alveg hvað ég var að segja, hvort ég að segja þetta. Nú? Þess að ég var með gellu og var að klæða núr öllum gallanum. Þá sagði hann, heyrðu, B.B. King, hingaði ekki lengra. Ég bara, byrju, hvað í gangi? Þá sagði hann, ég á blæðingum. Æ, Brjánn, nú hættu þessu nú. Þá sagði ég á plástur. Brjánn. Það virkar á mína blæðinga, segði við hana. Já. Ég er búinn að fá það er búið að vera að ringja svolítið inn, fólk ekkert að fíla, það er svo mikil kallrembiðir, þú talar ekkert svo vel hvern fólk, Brjánn. Aldrei aftur kalla mig kallrembu. Ég hef alltaf sagt, án kettlinga væri lífið einn risastór verkur í raskatur. Án kettlinga væri lífið... Alltaf segir mig, ég sé kallar það segir þetta alltaf. Já, þetta er ennið á hlutri. Já. Herru, ég ætla að fara að kveðja þér núna, Brjánn. Herru, ertu að horfa á EM? Já, byrjar... Ég sá að Robben var að spila í gerðin. Það vantaði Batman. Herru, ég heyri þér, Brjánn. Verðum í bandi. Herru, svo var ég að horfa á Þýskaland í gerð. Já. Þá sagði lýsirinn, herru, það eru 7 bæjarar í liði Þýskalands. Ég var bara, 7 bæjarar? Ég held að þetta var allt ykkur helvitis bæjarar í þessum ógeðslega fótbolta. Brjánn, ég byrði að heilsa þér. Skilur þú hennan ekki? Já, ég inn á honum. Bæjarar. Herru, þetta er síðan skipti sem það heyri í mér. Nú? Veist það því, ég er ekkert að fara aftur í, ég er að fara í sumarfrí. Já, ok, svarar það ekki til síman? Ég ætla ekki að vinna í sumarfrínu, sko. Nei, þá bara... Ég ætla ekki að semja meira efni núna í einhver tíma, þannig að við erum að kvæðjast bara. Það er blessið núna. Þá bara heyri ég eftir sumarfrí, Brjánn. Já, ok. Það var ekki búið að leggja neitt inn á mig. Hafðu það gott í sumarfrínu, ég læt hendinn á þig. Nei, ég læt hendinn á þig. Hvað ætla það? Ekki 12 skall? Það er sanngjarnt. Ok, hafðu það gott í sumarfrínu. Bye. Sumarfjör FM 957 í sumar með Sínalkó og Góu. FM 957 verður á... Hefur þið ekki alltaf dreymt að eignast bát eða skip? Fara utan og leita fræðar og frama. Fasteignir.is eru á vísi. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðurfréttir 14. júní. Það stefnir í flott grillskilyrði næsta sólarhringinn. Það verður hægur strengur á norðan, jafnvel breytilegur, svonefnd grillgola 3-8 metrar á sekundu. Það gæti orðið smáægilegi skúrir, en við mælum það ekki með því að fólk grilli inn í skúrum. En það átt að gera bara eitthvað annað í staðinn eins og að, skúra. Hiti verður 5-15 stig, hlýjast verður á höfuðborgarsvæðinu en kaldast á Annesjum, Halló, norðan og austanlands, en þeim mun meiri ástæða til að grilla, nú auðvitað til að halda á sér hita. Verið sæl. Það er Egils Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þetta lag rataði hér í þennan þátt, það er nú 50 dagur, það er eins og sé verið að reyna að svæfa mannskapinn þegar að hlusta hér á FM 95 Blö og það er allir samátt á stóra stelpu Grenjiki, en það er komið til okkar hérna góðu gestur, hann heitir Emil Hallfreðs og er atvinnumæður í fótbolta, verður velkominn. Hælir. Herru, það er verið að stekkja þig. Já. Hérna, þú er sem sagt, svo ég lýsi nú fyrir hlustendum að þá er fullt stúdíó hér af karlmönnum, en ég sé ekki einn kaldan. Hérna í kring, er þið bara, er það fyrir borðtennis og eftir, eða hvað er að gerast í þessari stekkjun? Það er bara að keila. Það er bara að keila borðtennis og smá þýttóki og svo bara allir heimir hellu? Já. Hvað er búið að láta það að gera? Þetta var nú bara að byrja. Já, þetta var að byrja. Þetta er fyrsti staðurinn. Já, það er nú að dettin eitthvað fjör hérna. Hjá ykkur væntalega. Já, ég er rétt vonað. Ég veit ekki. Nei, þú veist náttúrulega ekkert hvað er að gerast í þessu. Ég veit ekki neitt. Hvenær er stóri dagurinn? Á laugardaginn. Laugardaginn, klukkan 4:30, það er mæta. Já, ég ætla að gefa það til að mæta bara í kirkjuna. Mér finnst það svona skemmtilegast, að krassið hana. Af því að ef ég mæti þunnur á Tárasti. Hvað er búin að lengi á föstu? 5 ár. 5 ár? Já, alveg komið tíma á þetta. Já, hvað heldur þú? Hvað heldur þú? Samfærur? Bóttiður. Já, ok. Ekki svona eitthvað, svona síðust dagana hefur eitthvað verið að pæla svona, já, heyrðu, hvað er í gangi? Nei, ég get ekki sagt það. En þeir sögðu mér hérna vinniðinir að þú værir stórkostlegur söngvari og já, þá væri góður að syngja
og það er einmitt komið að gestaþrautinni. Þú vart að fara einnig smá gestaþraut. Með hvernig hélstu í Eurovision? Ég fylgdi sem ekki með Eurovision. Nei, þá voru þetta. Það er ekki, við vissi alltaf Ítalíu, sko. Nei, ok. Fylgist þeir lengi með. Nei, en það voru þeim með ömurlegt lag. Ég er ekki þess að það var ekki lághugi. En það er hérna, hefur þið heyrt vinsælasta lag Íslands í dag? Það heitir Euphoria með Loreen sem vann keppnina. Já, ég kannast við það. Já, gott, þú ert að fara að syngja það. Það er Ég kann það samt ekki, sko. Hvað segirðu? Nei, hann er með textan og allan Það er textið hérna sem poppar. Þetta er allt klárt. Þetta kallast kargið. Euphoria, forever and a day. Manstu ekki þetta? Þetta er þrautinn, það er hellingur að liða þarna út á hlustan og þú ert að standa það. Með R. Kelly eða? R. Kelly, ég var að gefa honum eitthvað, ég var að leifa honum að velja laghjöfn. Nú ert að, ég ætla að leifa þér. Ef að þú ræður við það, að leifa honum að velja lag. Já, ég fyrir bara hérna og finna nýtt lag. Ef hann getur virkilega tekið eitthvað lag virkilega fallega, þá er það... Það er þetta góður punktur, verðum við ekki að gefa honum það. Svona leifa honum, hvað sagður, R. Kelly. I Believe I Can Fly, kannski, eða? Hvernig var það? Já, ég ætla að setja það. Hann fær hérna I Believe I Can Fly með R. Kelly. Kemur hann ekki hérna á þér og hann að sjá textan? Jú. Hann er alltaf það, öflugur hann. Hann kemur hérna og ég þarf bara að finna, sko, það er oft... Jú, hérna er þetta. Herru, þetta er Emil Hallfreðs með I Believe I Can Fly með R. Kelly. Smá karaoke hérna á 5. degi. Skulum sjá hvernig knattspyrnumaðurinn stendur sig. Svolítið lengi að byrja hérna. Nei, ok, hvað er bara ekkert hérna? Hérna byrjar þetta. Ok. Herru, þá er það bara hérna, þú setur á þig hérna headphone-in. Svo hækkum við hérna, hækkum í þessu. Ertu klár? Ég er klár. Textin kemur hérna, syngur í hérna í mækinn. Og þá byrjar þetta. Svakarætt, sko. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. Það eru pípur á honum. Það er flott. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Þú ert alltaf góður í þessu, þetta er hundleðilegt. I believe I can soar. Ég ætla að skipta lag, það er Euphoria. Og að byrja. Hvernig er það? Það er bara hérna, og byrja. Kottu með það nenni, ég kann nefnilega ekkert sko. Þú kannst að lesa ennsku. Já, held að. Já, byrjaði að syngja. Ég kann einu sinni ekki sko hérna. Það er það. Kottu með hérna fyrsta. Lestu ennsku. Tonight. Þarna fengum við ágætsútgáfu af I Believe I Can Fly og skelvilega útgáfu af Euphoria. Vona fólk hafi ekki kert út af þarna. Við óskum honum allsins besta. Það er alveg nokkuð ljóst að Emil Hallfreðs er betri í fótbolta heldur en nokkuð tíman að syngja. Fáum hérna rándýrt lag með Alex Clare sem heitir Too Close og svo er það Tuðhornið í FM 95. Close hér með Alex Clare. Við erum búin að fá 2 rándýra gesti hérna í þáttinn í dag. Annars vegar forseta Íslands og hins vegar Emil Hallfreðs, knattspyrnumann sem er ekkert besti söngvari sem er. Það er enda stóðs ágætlega að maður Kelly-lagið. Það stóð sér bara eiginlega hættulega vel í þeim. Já, enda þurftu að taka það af. Nokkru nótum það sem var lélugur en sérstaklega í viðlaginu hann, hann átti afskaplega auðvöld með það. Já, hann var líka alltaf með perfect pitch eins og Randy Jackson myndi segja, hann var alltaf á línunni en það er eins vegar komið hér að dagskrárliðið sem eru með alla 50 daga í FM 95 Blö. Við höfum farið svolítið í pep-hótnið þegar við erum á föstudagum en í dag er 50 dagar þannig að það er komið að Tuðhornið í FM 95 Blö. Á ekkert að fara að moka göturnar. Rákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt þá drep ég mig. Hvar endar þetta allt saman?
Hvar endar þetta allt saman? Þetta vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meira umfjöllun? Það vita það allir að hann hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við Garðbæingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann bara tónalúr. Erum við öll að borða iðnaðarsalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn er 511 0957. Það rétt, síminn er 511 0957. Nú erum að gera hringjaður með eitthvað gott tuð handa okkur strákunum. Og ég ætla bara að opna hér strax fyrir síman á fyrsta hlustanda. Eitthvað svona gott og vel skipulagt tuð. Já, vel skipulagt tuð. Velkomin í tuðhóttið. Já, sælir strákar. Sælir. Herðu, nú er ég alveg brjálaður. Ég er hérna búinn að bíða eftir EM alveg bara, ég veit ekki hversu lengi. Já. Okay. Og ég held hérna með Hollandi. Já. Síðan koma þeir hérna á móti eins og algjörar pulsur, sko. Já, þú ert að tuða yfir hollendingum. Já, sko, veist, þetta er náttúrulega bara rugg. Þeir eru að púlla hérna frakkana hérna. Hvað er þeir að púlla, hvað minna þessi að púlla frakkana? Þetta er bara mórallinn í þessu liði. Það hefur alltaf verið skítamórall í Hollandi fyrir utan einhver orðfákefnir. Nei, herru, þeir eru með flottasta lið á blaði. Þeir ættu nú alveg að geta gert eitthvað á þessu móti, sko. Já, þeir eru enda með rándýrt lið á blaði. Ég er sammála því. Takk fyrir þetta tuð. Já, ekki mál. Já, bæ. Við ætlum að fá næsta tuð hér í tuðhóttnið. Yfir hverju ætlar þú að tuða? Já, góðan daginn. Góðan dag. Hérna, ég ætla að tuða yfir Hress. Ég hafna verið. Ok. Lóðunar er ekki nú þung fyrir mig, sko. Vantar 60 kíló á handlóðin. Vantar 60 kíló á handlóðin. Nei, 70. 70, já, ok. Eitt grjótharður í ræktinni. Já, ég er svolítið mastur kæði, sko. Já, það er gaman að heyra. Það er ekkert að vera massaður. Já, síðan að það er tuða samt yfir einn öðru, sko. Ok. Já, hvað er með það? Það er maður já.is. Já. Það sé ekki hægt að senda fríkt SMS lengur. Já, það er gott tuð. Það er umulegt, þú veist. Ég er alltaf blindfullur, sko. Já, ok. Það er topp eintakinn að línni. Ég get ekki senda SMS til mömmu og pappa, sko. Ég skil þig. Við finnum út af þessu. Takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta. Bæ, þetta var einn sem að, já, þetta var sresstýpa. FM 95 blöð yfir ykkur alltaf þú að tuða. Kottunum eitthvað, okkur vantar gott tuð. Nýrvana, átt að vinna á það. Já, þetta er gott tuð. Það er kjaftaði. Ég er alveg sammálaður. Það er hárrétt hjá þér. Þetta var topp tuð. Dóttir Nýrvana að vinna á hann. FM 95 blöð, velkomin í tuðhóttnið. Já, það var kveikt útvarpinn þarna. FM 95 blöð, velkomin í tuðhóttnið. Já, heyrðu, ég hef búin að hringja 2 FM 97 og náðu í beinu útýningu. Já. Búin að biðja óskalag og hef aldrei fengið það. Æjæ. Hvað segir þú? Aldrei fengið það? Þetta tuðið því? Það hefur aldrei verið spila á læginni. Já, þú meinar. Ok, ég hættu verið að meina eitthvað. Já, hvað segir þú? Hvað er lag? Hvaða lag? Why I Love You So. Why I Love You, herðu, það er ekkert lag verið oft mikið spilað í FM 95 blöð og Why I Love You So. Já, alltaf ég byrði það er aldrei spilað. Ok, ég skal hafa það sem lokalagi í dag. Herðu, ok. Ok, þarna erum við búin að leysa eitt tuð, við ætlum að taka einn viðbót FM 95 blöð, hvað vilt þú tuða yfir? Herru, ég vil tuða. Já. Yfir þessu Euphoria-lagi hjá okkur, alltaf aldrei að hætta að spila þetta. Já, sem sagt bara á stöðinni eða hætta með þetta í karaokeinu? Já, bara allt. Allt, ok. Kom ógeð að Euphoria? Þetta er orðið alveg vel þreytt. Já, þetta lag er á niðurleið, eða ekki? Já, heldur betur og svo máttu alveg spila meira Nirvana. Þetta var heldur vel gert hjá þér. Já, takk fyrir það. Mér fannst líka skrítið þetta skulle ekki hafa unnið flottulega Grínast, já. Já. Hvað var hann með? Skítamóral? Já. Þessi skítið. Hvað hétt áttu lagið, Tjöpi? Ennþá með skítamóral. Já, ég er sammálaður með bæði. Ok, þú gerir eitthvað í þessu? Ég kippi sér lag, ég lofaði því. Ég stjórnum sér þetta. Það er frábært. Þið tekkaði vinnur. Bæ. Þetta var tuðhótt, við fengum ekki náðu gott tuð í dag, Heppi. Nei, það var svona, það er nefn, fólk vil kannski ekki tuða núna. Nei, fólk er í sumarskapi og EM í gangi og fínt viður. Akkur spilum við aldrei lagi með Jason Derulo og Pitbull? Góð spurning. Ilmandi á ströndinni með sólarvörn frá Hawaiian Tropic. Nóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. Opið allan sólarhringinn í sumar á Akureyri. Hagkaup. Einferð, betra verð. Grillþrenna krónunar. Spennandi grillbakkar fyrir snöggagrillaran, steikargrillaran og flottagrillaran. Nýtt kortatímabil. Krónan fyrst og fremst ódýr. Pepsi Max og Tuborg léttöl kynna í samstarfi við N1.
Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Framkoma Múkisson, Botleðja, Páll Óskars, Jón Jónsson, Dope D.O.D. og Bubbi Mortens. Brennan, Blísinn, flugeldasýningin og stemningin. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Rétt þér að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Við hjöpum að vera með ykkur síðan 4 í dag. Klukkan er að verða 6. Rikki G mættur inn í stúdíóðu til þess að taka við okkur strákunum. Fyrir ykkur sem er að spáðu hvernig leikurinn voru, þá voru hann 1-1. Ítalía búið að spila. Þú kemur óvart að Ítalía skulle gera jafntefli. Já, rosalega. Yfirleitt taka þeir alltaf aðra sensa sem þeir geta og reyna að vinna. Það var ekki eitthvað sköllóttu vinnu þeim sem teipa á þetta færi 1-1. Já, svo marga sköllóttu vinni að... Ég veit að það var einhverjum sem sagði að þetta færi 1-1 fyrir leik. En já, þetta er búið að vera merkilegu þáttur fyrir þær sakir að Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, mætti hérna á hann sem leynigestur. Hjöppi, já, ég verð að gefa Hjöppa það. Hann fekk forsetan hérna í stúdíó til okkar. Það er ekki flókið, sko. Nei, greinlega ekki, fyrir svona menn eins og þig. Það var ekkert sérstaklega flókið. Nei. Ekki Hörku Helgi framöndan á Blöðvelni. Breytt símtal og feskur. Hörku Helgi framöndan? Er það ekki bara EM-veislan heldur áfram? Já, það er ekki eitthvað meiri veisla. Einhver meiri veisla helgina? Nei, þetta verður róleg helgi hjá Blöðvelni. Það er bara þannig. Ég ætla ekki að lofa of miklu, en það er stemt á róleg og kósi helgi. Þórunn Antonía verður hérna með mér á morgun sem gestastjórnandi og hvet ég ykkur til að fylgjast með því. Við verðum mætt hérna í stúdíó klukkan 4, en takið vel á móti Rikka, hann er að komast þér hérna fyrir og þetta lag er spilað fyrir stúlku sem að vara í tuðhóttinu á hann að tuði við og hún fengi aldrei þetta lag. Ekki fæ ég leiða þig. Takk fyrir hlustunni í dag. Heyrjumst. Hlustendavellun FM 957 2012. Söngvari ársins. Söngur ársins hér. Það er Jón Jónsson. Já, hver hefði búist við því? Já, mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir. Þetta skiptir mér gríðarlega máli og bara takk allir sem kusu og þetta er mjög gaman af því að, þú veist, ég er söngvari. 10 nýjar ástæðu til að stoppa við N1 Ártúnshöfða. Skýrbúst, Panini, Krep, Skýrtest.